Komið sæl, þetta þátturinn Öryrkjaráðið og ég heiti María Pétursdóttir og ætla að vera með ykkur hérna næsta hálftíman. Ég með góðan gest í dag, hana Ingibjörgu Elsu Björnsdóttur. Velkomin Ingibjörg. Já, takk. Þú hefur komið til mín einu svona áður fyrir hvað, það nú svolítið liðið, það var einhvern tímann hérna þegar COVID-ið var upp á sitt besta og þá komuð þið þrjár að ræða einhverfa því þú tókst þátt í myndinni sem var sýnd hérna á RÚV að sjá hið ósýnilega í vor. Þannig að hérna það var mjög gaman að fá okkur og gaman að fá þig aftur. Já, takk fyrir að leyfa mér að koma. Já, þú ég einhvern veginn þú ert stundum svona að tjá þig svona hluti á Facebook. Það er mjög gaman að fylgjast með út með svona næstu eiginlega bara svona þína eigin útvarpsstöð stundum. Já, ég eiginlega með minn eigin fjölmiðil sem Facebookin mín og ég með alveg 1000 mann sem að lesa og ég veit að það eru margir sem lesa það sem ég skrifa. Já. Af því að út af einhverfunni þá skrifa ég svolítið öðruvísi heldur en svona gengur og gerist. Þannig að það eru margir sem fylgjast með þessari og eiginlega allt mitt líf og mín barátta endar á Facebookinu á einhvern eða annan hátt. Sko. Já. Þannig að fólk sér alveg hvernig ég hef farið fram úr rúminu þann daginn, sko, hvort ég fór réttu megin eða vitlausu megin fram úr rúminu, það kemur alveg í ljós á Facebookinu, sko, já, hún er í vondu skapi í dag eða nú er allt í lagi eða eitthvað, sko. En þú samt, sko, veitir manni alveg ótrúlega góða innsýn inn í heim einhverfuna líka og bara svo kemur oft með bara einhverjum svona djúpvitra speki líka, sko, stundum pólitíkin líka, þannig að þú ert líka að posta vídeóan, þess að þú ert bara fjallum málin. Já, ég eiginlega hef svolítið ákveðið að setja sjálfa mig á línuna, svona leggja sjálfa mig á línuna. Þannig að ég sýni fólki eitt andlit einhverfunar með því að vera ég sjálf og það er svo margir sem segja að þú getur ekki verið einhverfa því að þú talar svo mikið. Já, en þá er ég einmitt að breyta þessari staðalímynd einhvert fólk og að reyna að fá fólk til þess að skilja að einhverfur eru alls konar og við erum bara mjög mismunandi og einhverjan getur birst á mismunandi hátt. Þannig að, já. Mér langar aðeins að tala meira þetta við og eftir, en ég ætla kannski aðeins að byrja að minnast á það að í dag er 19. júní sem er kvenréttindadagurinn. Konur fengu kosningarétt þennan dag. Og ef ég hefði verið séð, þá hefði ég verið með 10 konur inn í viðtali eða í spjalli við hringborð, en ég einhvern veginn svo athyglisbrostin oft að ég veit ekkert hvað að fara að gerast, sko. Þannig að ég einhvern veginn var ekki búin að hugsa fyrir því. En við erum hérna saman í dag og það er bara frábært. Þó að kynjahallinn í þessum þáttum orðinn ansi mikil. Ég þarf að fara heyra í fleiri karlmönnum líka. Já, endilega. Já. En ég var svona fór að hugsa út í, sko, það er svona, já, félag kvennum nýja stjórnarskrá var með gjörning í hádeginu í dag, ég hefði örugglega mætt ef ég hefði komist, sko, en þær hittust í mæðragarðinum og sungu saman og gengu út á Austurvöll, knúsuðu Alþingishúsið og voru með svona alls konar samstöðu og tóku upp á vídeo og postuðu og svo held ég að það er ætla að gera eitthvað meira í dag, ég vil fara á Bessastaði eða eitthvað svoleiðis. Já, kannski við mættum vera svolítið duglegri við sem erum öryrkjar að eiginlega bara láta vita af því að konur eru líka öryrkjar og að öryrkjar eru líka konur. Já, og að öryrkjaréttindi eru líka kvenréttindi eða bara mannréttindi. Mér finnst líka svona stundum, sko, þetta allt saman, nú mikið verið að tala blökkumenn í Bandaríkjunum og baráttu þeirra og þrælahaldið sem hefur verið þar lengi viðgengist og þetta misrétti sem innbyggt í þjóðfélagsgerðina þar og að sumu leyti líka á Vesturlöndum, öllum. Og í raun og veru þegar það er verið að tala mannréttindi, öll þessi réttindi, þetta snýst allt saman það að fá að vera maður sjálfur. Já.
Þetta allt saman sama baráttan og barátta öryrkja náttúrulega líka feminist barátta, hún líka barátta fyrir réttindum blökkumanna, hún barátta fyrir réttindum samkynhneigðra, öll þessi barátta réttindi. Launabarátta hjá láglaunakonum, ég meina við sjáum að flestir sem komin á örorku, nýgengi örorku náttúrulega bara mest meðal kvenna milli 50 og 60 eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, sem náttúrulega feminist mál. Gríðarlega feminist mál. Já. Þannig að já. Svo hefur, svona kvennabaráttan hefur alveg náð að áorka ótrúlega miklu og ég las einhvers staðar það einmitt að þegar að konur voru að agitera fyrir kosningaréttinum á sín tíma, þá var taktíkin þeirra sú að ganga í hús og tala bara kona við konu. Það var ekkert verið eitthvað að dreifa flyerum eða eitthvað svoleiðis, sko. Það var bara verið að... Það var svona þeirra taktík. En nú má segja að samfélagsmiðlar séu teknir við þessu hlutverki. Já, í rauninni. Skrifar til fólksins beint. Þar eiginlega maður á mann svolítið líka. Það svolítið mikið maður á mann, já. Í gegnum skilaboð og fleira, þá getur þetta verið fræðsla þannig. Einmitt. Þannig að þetta... Ég var einmitt að tala það, þetta svo merkilegt hvernig einmitt fésbókin hefur tekið við með margt. Ég var að ræða það við móður minna hérna á dögunum, hvernig til dæmis bréfaskriftir, hún var að fara í gegnum gömul sendibréf. Og og það svo, við vorum að hugsa hvað það væri dýrmætt að eiga gömul sendibréf. Af því að svo erum við núna tekin við með eiginlega að skrifa bréf á Facebook, svolítið á Messenger, en við töpum þeim í rauninni. Við prentum það ekki út eða? Já, ég held nú að fésbókin öll geymd örugglega í einhverju gagnaveri í heiminum, sko. Já. Og svo munir örugglega einhvern tímann í framtíðinni, sko, það mun kannski vera þannig að fjölskyldan mun sameinast að kaupa gögnin á fésbókin hennar Römmu eða eitthvað svona, sko. Þetta það nokkuð spurning. Ég held að það sé einhver fítus inni, sko, þú getur í rauninni Þú getur vistað. Halaðinni niður einhvern veginn öllum gögnum. Getur það. En það þetta eins og með digital myndirnar, það enginn að fara að gera þetta. Ef þú prentar þetta ekki út strax, þá gerir þetta ekki. Nei. Það svona hættið því. En svo spurning, eins og þú segir, svo kannski verður komin einhver svona, í framtíðin einhver svona þjónusta sem tekur að sér að núna komið... Örugglega. Núna þeir að auglýsa eitthvað prentum út myndalbúmið þitt á Facebook eða eitthvað svona í bók. Nákvæmlega. Þannig að kannski verður það líka með samskiptum, hver veit. En það örugglega mikið erfiðara samt, sko. Hugsa ég að halda þannig það. Já. En ég er búin að hugsa með baráttu kvenna, sko, við þurfum að vera að standa meira saman, jafnvel ennþá meira saman við konur, sko, að reyna að hvetja hvor aðra og vera ekki öfundsjúkur út í hvor aðra, heldur að reyna að styðja við bakið á hvor annarri og stappa stálinn í hvor aðra og þó að samkeppni upp að vissu marki sé ágætt, og þá held ég nú samt að býflugurnar séu alveg með þetta sem vinna alltaf saman, sko, þær eru eiginlega bara ennþá betri heldur en samkeppnin, sko, þannig að mér finnst við konur bara almennt mega standa meira saman í hvaða stöðu sem við erum. Já, einmitt. Sammála því. Já. Svo náttúrulega búið að vera núna mikið áberandi í fjölmiðlum með kjarabarátta, kvennahópa, núna eru hjúkrunarfræðingar, núna komið það inn í bili. Já. Þannig að maður svona bíður eftir að sjá hvað kemur út úr því. Já, og það auðvitað, ég held að flestir styðji nú við baráttu hjúkrunarfræðinga eftir þetta COVID-mál og allt það sem kom upp að flestum finnst það eiga skilið góða hækkun. Já. En það auðvitað, sem sagt, alltaf mér finnst bara eiginlega líka, sko, allar stéttir eiga kannski, sko, Ísland við erum ekkert hálauna land með við mörg önnur lönd, sko. Og það mjög dýrt að lifa á Íslandi. Já, akkurat. Og það annað sem að gerast að, til dæmis, nú var Seðlabankastjóri að gagnrýna bankana fyrir að
lækka ekki vextina þó að hann sé búinn að lækka, svo að Seðlabankinn sé búinn að lækka vextina, þá eru bankarnir ekkert að lækka vextina. Þannig að þetta er ekki að skila sér til fólksins og það sama, þú veist, maturinn hækkar í bónus og svona og það er ekkert að gerast hjá þeim sem eru á lífeyrisbótum og það er lífeyri og örorkulífeyri. Það gerist ekki nokkuð nema bara það að það hækkar í bónus og það verður ennþá erfiðara. Matakarfan verður bara dýrari og fleiri leita til að hjálpa samtaka og allt svona. Já, nákvæmlega og nú erum við að sjá einhver frétt núna bara í gær eða í morgun eða í gær að það séu alltaf fleiri og fleiri sem eru að leita fjárhagsaðstoðar hjá sveitarfélögum og svo framvegis. Þannig að þarna er náttúrulega bara ískaldur veruleiki sem að verður að vera vakandi yfir, sko. Akkurat. Já. Svo, en það er einhvern veginn, það er svo rosalega mikið að gerast einhvern veginn í heimsmálunum núna, bæði innanlands hjá okkur, kórónuveiran náttúrulega og allt þetta, kjarasamningar, atvinnuleysi í kjölfarið, Black Lives Matter kemur síðan þarna í Bandaríkjunum, það er einhvern veginn svona, já. En það sem hefur svolítið verið í huga mér hins vegar undanfarið hefur verið það að það kom frétt daginn þar sem að, held að verið í fréttablaðinu, það var kona sem hafði verið greind með geðhvörf í mörg ár og síðan fékk hún einhverfugreiningu og þá kom í ljós að hún hafði einungis verið einhverf og geðhvörfagreiningin var vitlaus. Já, og það sem að gerast núna hjá okkur einhverfum sem að mjög svolítið hefur verið sem að ég hefur verið að hugsa svolítið undanfarið er að við sem hefur verið að fá einhverfugreiningar á fullorðinsárum að geðbatteríið er að uppgötva það að það er búið að setja á okkur vitlausar greiningar. Já. Og ég til dæmis fékk afrit af sjúkraskránni minni á Landspítalanum núna daginn í fyrsta skipti og fór að lesa hana. Og þá sá ég mér til undrunar eða vissar skelfingar, þetta var ótrúlegt og kannski skiptir þetta líka máli svolítið kvenréttindi að sko þegar ég var 19 ára þá var ég svona unglingur í tilvistarkreppu og einhverf unglingur en vissi ekki af því ég var einhverf. Þá sett á mig greiningin paranoid skizofrenía sem er mjög alvarlegur sjúkdómur og mjög alvarleg greining. Og svo greining var ekki endurskoðuð fyrir árið 2010, 25 ára seinna. Þegar ég fæ einhverfugreininguna þá segir Guðlaug Þorsteinsdóttir geðlæknir þetta getur ekki verið, við verðum að fara að endurskoða gömlu greininguna en það er eitthvað bogið við þetta. Og þannig að manneskja geti verið með vitlausa sjúkdómsgreiningu í 25 ár í íslensku heilbrigðiskerfi án þess að það sé nokkuð gert í málinu. Og þetta voru hlutirnir öðruvísi í gamla daga, en þetta er það sem er að gerast núna, mér finnst þetta svolítið merkilegt að ég vissi ekki einu sinni, og það var meira að segja enginn sem sagði mig frá þessari greiningu, hugsaði, það gæti nú verið feminisma. Já, mér finnst það líka alveg mjög sérstakt, sko. Mér var ekki sagt frá þessu og fjölskylda mín var ekki sagt frá þessu. Fjölskylda mín vissi þetta ekki, ég vissi þetta ekki, en þetta var alltaf skráðinn á Landspítala. Þetta er náttúrulega bara alveg svakalegt. En ég þekki fleiri sem hafa verið að fá sjúkraskýrslur og verið að uppgötva svona alls konar og meðal annars sem sko að það er gjarnan skrifaðar athugasemdir hvort að við séum með varalit eða snyrtilegar eða ekki. Þetta finnst mér mjög sérstakt. Og svo kemur líka svona sko með mig til dæmis, já hún virðist vera vel áttuð, hún virðist vita hvað hún er og hún virðist vita hvað hún heitir og eitthvað svona. Þannig að það kemur greinilega fram að sko í 25 ár þá var ég alltaf skrá með þessa paranoid skizofreníu á Landspítala og í hvers skipti sem ég þurfti að fara á Landspítala þó það væri út af einhverju allt öðru eins og því ég datt á skautum eða þegar ég fæddi barn eða eitthvað svona að þá er alltaf sko, þá kemur alltaf þessi greining, poppar hún alltaf upp. En nú er búið að endurskoða og kemur í ljós að ég er ekki með geðklofa og hef aldrei verið með geðklofa, heldur er bara einhverf og er síðan með svona persónu röskun sem er svona líkist svolítið geðklofaeinkennum en er miklu vægari og er alveg hinum megin á þessu rófi, ég er alveg hinum megin á rófinu. Og þannig að þetta er svona, þú veist, þetta er rosaleg breyting fyrir mig og ég er búin að vera svolítið bara að fara í gegnum þetta, sko. Þetta er náttúrulega bara svolítið áfall að uppgötva þetta líka.
Ég bara líka veltaði fyrir mig hvort ég hafi ekki bara verið með áfallastreitu og hvort ég hafi, sko, því að það gerist víst að einhverfir, þeir fara stundum í geðrof, þó þeir séu ekki með geðrofsjúkdóma, sko, þeir fara stundum bara, einhverjir unglingar, svona 17, 18 ára, 19 ára, þeir eru í svo miklu stressi að verða fullorðnir, þeir er svo erfitt oft að verða fullorðnir og eru bara að feta sig fyrstu skrefin. Og þeir fara jafnvel í geðrof af streitu, en það er ekki vegna þess að þeir séu með geðrofsjúkdóm, sko. Þannig að þetta er náttúrulega bara, sem betur fer er þetta alltaf breytast, þetta er allt í deglunni núna, maður finnur þetta er í svona deglu, það er verið að endurskoða greiningar, það er verið að átta sig á því að fólk er einhvert og það er eitthvað annað að gerast og heldur en hefur verið talið og þess vegna var það einmitt sem ég fór að segja, sko, Bobby Fischer, Robert Fischer. Já. Hann hefur örugglega verið einhverfur, sko, fyrst og fremst, skákmeistarinn, mikli. Einmitt. Ég naut svo þetta, ég vitnaði einmitt í því, ég nefndi þið nú ekki að nafn minni mig, en ég vitnaði í það, sko, að því þú hefur verið að tala um það mikið á Facebook einmitt að sko, greiningar skipti máli. Þú hefur verið hamrar á þessu, greiningar skipti alveg gríðarlega miklu máli. Og ég er svo innilega sammálaður þar, sko, af því það skiptir máli út af bara svona ýmsu, bæði að þú fáir, sko, einhvern veginn fáir meðferð og fáir rétta meðferð. Já. Og ég hugsaði eiginlega núna, sko, ég var spurð að því, sko, og hvað viltu þá eiginlega núna? Mér fannst eiginlega, ég vil helst fá niðurgreidda sálfræðiþjónustu. Já, auðvitað. Ég vildi bara tala við sálfræðing. Mér fannst ég ekki einu sinni þurfa að tala meira við læknana heldur bara, mér fannst meira núna, ég þurfti bara að tala við sálfræðing og bara hjálp, Bara fá að jafna þig og líka bara nýjum upplýsingum og hvernig þú átt að einhvern veginn að díla við það. En þetta verður til þess að ég verð að mæla með því að fólk fái afrit af sínum sjúkraskrám, eða sérstaklega ef það hefur verið inn á geðdeild og jafnvel telur að þurfa að endurskoða greiningar, að þá er hægt að fara bara inn á heimasíðuna hjá Landspítalanum og biðja afrit af sjúkraskrá og þá fær maður það frá bara upplýsingadeildinni, sko, eða frá heilbrigðisupplýsingasviði en ekki, læknirinn manns veit ekkert af því endilega, maður getur fengið þessi gögn ef maður vill. Já, þú þarft ekki að fara í gegnum læknin eða neitt slíkt. Nei, það þarf ekki að fara í gegnum læknin og læknirinn í raun og veru veit ekkert af því hvort þú ert með þessi gögn eða ekki fyrir en bara ef þú segir hún að það, sko. En þetta eins og í mínu tilviki getur verið mikilvægt að hafa þetta rétt. Já, en svo er það þetta með, sko, hvað skilgreinur okkur líka, að því sumir fara þá að benda á, já, maður má ekki skilgreina sig samt sem einhvern sjúkling og eitthvað svoleiðis. Þannig að það er náttúrulega rétt líka. Og þú einmitt, ég naut það að þú sagði þetta líka hérna á dögunum eitthvað, að greining skiptir máli en skilgreinir okkur ekki sem personur? Eitthvað á þá leið? Nei, maður á ekki að láta, maður má ekki láta greininguna alveg fara með sig, sko. Nei. En maður fær einhverja greiningu og tala nú ekki að maður fær, sko, sumuleyti segi ég, sko, bara heppin að vita ekkert af þessari alvarlegu greiningu sem ég fékk þegar ég var 19 ára, og ég hef aldrei þagað, ég hef aldrei hætt að skrifa. Ég hef alltaf haldið áfram að skrifa og tala og berjast þó að ég hafi, sko, ég hef aldrei látið stoppa mig þó ég hafi fengið einhverja greiningar. Og maður á að gera það sem mann langar mest til að gera í lífinu ef maður mögulega getur og reyna að finna eitthvað í lífinu sem að maður árið kveikir í manni bara logandi neista, logandi bál þar sem að maður fær alveg brennandi áhuga og alveg bara, hoppar fram úr rúminu á morgnana eins og maður sé 10 ára og það sé að koma jólin, skilur við. Maður á að geta fundið þessa tilfinningu jafnvel þótt að maður sé öryrki, skilur við. Það á ekkert að vera, þó sett öryrki, það er ekki þannig sagt að maður er að fara heim og bara vera óhamingjusamur heima hjá sér. Það er ekkert sem segir að maður eigi að vera þannig. Nei, einmitt. Nákvæmlega, en það er svo merkilegt, ég tengi mjög vel við þetta því ég er, sko, ég held að við séum svolítið líkar á þessu leitinu til að finna okkur áhugamál, þú ert að spila hljóðfæri, ég þekki það líka, fór að læra píanó hérna, bara yfir 40 og eitthvað svona og að því, mér finnst þetta skipta rosalega máli og kannski líka einmitt af því að ég er öryrki, af því að ég hef ekki getað verið á vinnumarkaði
undanfarna ár. Þá skiptir svo miklu máli að, einmitt, ég hafi eitthvað Já, sem eins og já. gerir mig spennta fyrir því að fara á fætur og fara út í daginn. Nákvæmlega, og jafnvel þegar maður, eins og þeir sem eru með vefjagigt og eru kannski með smá verki þegar við vakna á morgnana og svona, þeir hafi samt það mikla sko eiginlega lífsorku og lífslöngun að það langi til þess að fara á fætur og gera eitthvað, skilur. Og ég til dæmis, ég nú svo heppin að vera ekki með gigt, en ég, ég reyndar að syngja, sonur minn að spila á hljóðfæri, ég að syngja. Já, betur, þú ert að syngja, ég myndi þú að einhverja tónlist, já. Já, strákurinn að spila á píanó og ég að syngja og það rosa gaman. Þetta alveg bara lífsgefandi, endurnærandi. Og mér finnst svolítið mikilvægt að við reynum að halda svolítið virkni, eins og maður segir á einhverju fagmáli, við séum bara, við reynum að gera það sem við getum og það sem við treystum okkur til. Og svo alltaf leið, svo getur komið einn og einn dagur þar sem við þurfum að hlaða batteríin og þar sem við liggjum kannski meira og minna kannski í rúminu eða eitthvað. Það getur alveg komið dagur þar sem við kannski sofum eiginlega allan daginn og erum bara að reyna að ná okkur eftir einhverja daga, sko. En það líka bara allt í lagi, sko. Já, einmitt. Akkurát. Og það er kannski líka einmitt, sko, og það sem fólk áttar sig oft ekki á, að sko, kannski flestir sem eru á örorku er fólk sem að, sko, getur kannski ekki stunda vinnu af því að það er ekki alltaf upp á 10 og það er ekki, sko, alltaf vinnufært, þó að það myndi vera það jafnvel inn á milli, en það er bara engin vinna sem að býður upp á það að þú geti verið, sko, veikur bara þarna og þarna og þarna, skilur. Nei, það er alveg rétt og það er auðvitað, Nema auðvitað ef maður er að vinna sjálfstætt og getur stýrt tíma sínu, sko, það er svona einhvern veginn lykillinn. Já, það er líka mikið álag sem getur fylgt til að vinna sjálfstætt, sko, þá getur líka verið svona mikið hark, þú veist, eða þannig. Já. Og það eru ekki, fæstir öryrkjar þola slíkt til lengdar, sko. Það geta reynda kannski, gengur kannski 2-3 mánuði, en þá er hættu því að þú krassir eftir nokkra mánuði. Ég hef sjálf, sko, verið aðeins að þýða. Og ég gef það upp til Tryggingastofnunar og bara kannski vinn fyrir svona 400-500 kall á ári. Já. Og gef þá bara upp sem tekjur til TR og það, ég næ ekkert að vinna fyrir meira en það. Nei, ég kemst ekkert upp í neitt meira en svona, þú veist, ég reyna að vinna eitthvað og gera eitthvað og stundum ég eitthvað og þessi svona bókabusiness að nú ekki mikill gróðabusiness að gefa út bækur á Íslandi, þetta er svo lítill markaður, sko, þannig að einu sinni þýddi ég bók og fékk ekkert borgað fyrir hana en hún var prentuð og gefin út. Ég fékk ekkert borgað, ekki krónu. Svo þýddi ég aðra bók og ég fékk borgað fyrir hana en hún var aldrei gefin út, þannig. Það getur verið og með vani þessu bransa. Já, þetta er voðalega svona, finnst mér ótryggur, þessi útgáfubransi er óskaplega ótryggur bransi og svona, og þessar þýðingar sem ég hef, svona, þetta er mjög óöruggt allt saman. Já. En svo er annað í þessu líka, ef maður er að vinna, eins og þú segir, að þú ert að vinna þér fyrir samt einhverju 400-500.000 á ári. Já, og ég gef það bara upp. Já, en svo er svona fólk að lenda í vesenni, sko, með skerðingarnar og Tryggingastofnun og ofgreiða og það þarf að endurgreiða og þetta getur verið svo gríðarlegt, sko, bara álag sem að fylgir því að stússast í þessu, þannig að margir velja líka bara að þá vinna ekki neitt. Já, mér hefur verið ráðlagt af endurskoðanda í raun og veru að það borgir sig ekki fyrir mig að reyna að vera að gera neitt. Já. Að hann segir í raun og veru, sko, það borgar sig ekki fyrir því að reyna að vinna. En ég hins vegar bara einhvern veginn get ekki alveg verið alveg án þess að gera eitthvað, þannig að ég hef látið svona, bara látið þetta duga, ég ger ekkert meira en þetta. Nei, ég hef svolítið farið þá leið að ég hef sagt, já, ég skal alveg gera þetta fyrir þig, silkiþrekkja nokkra bóli eða eitthvað, í svona mínu fæi eða gert eitthvað, en ég skal bara gera það fyrir þig í sjálfbáðinu, ég skal bara gera það ókeypis. Nákvæmlega. Af því að það kemur ekkert betur út fyrir mig að fá eitthvað smottir í.
Nei, En hins vegar vil ég hafa eitthvað að gera, ég vil hafa eitthvað fyrir stafni. Já, en það gott að geta, við megum allavega ennþá verið í námi og meðan við megum verið í námi að þá getum við verið í tónlistanámi eða svo var ein vinkona mín sem öryrki og búin að fatta það að það væri raun og verið frekar ódýrt að vera í Háskóla Íslands með við sko hvað þú getur skráðið í mörg námskeið eða háskóla yfirleitt, þess að ef maður kostar 54.000 kall að vera í Háskóla Íslands veturinn, þá er það ekki mikið fyrir kannski 6 eða 7 námskeið sem þú getur tekið á einu vetri. Nei, ef að þú treystir þér svo mikið, sko. Já, fer eftir í hvernig fólk svona, en svo meiri sér að þú færir ekki nema í 1 eða 2 námskeið, þá er það frekar vel sloppið, sko. Já, út frá því er það vel sloppið, en svo er það miðað við svona tekjurnar okkar að þá eigum við ofta ekki þennan 50.000 kall afgangs. Nei, það er alltaf mál. Margir eiga hann síðan ekkert afgangs, þannig að það er svona önnur hliðin. Þannig að það er ódýrt en dýrt. Já, og líka til dæmis eins og með söngnámið að það er alltaf kostar, sko. Já, einmitt. Tónlistanámið. Einmitt. Það er sama með píanónámið mitt, en ég er hjá einkakennara og svona tel mig hafa góðan díl. En ég var einmitt dóttir mín, ég var að halda henni í tónlistanámi og það, hún hafði alveg 0 áhuga. Já. Og ég hugsaði á endanum bara, þá bara setja ég þennan peningi sjálf um mig. Já, það er fínt. Já, en já, einmitt, akkurat. Já. En ég er svo heppin að vera gift, sko, manni sem er í vinnu og svona, þannig að það er svolítið öðruvísi. Það er sama hjá mér, ég og maka, þannig að ég bara, ég er ekki í sömu stöðu og margir aðrir, sko. Nei, það munar því, sko. Já, einmitt, akkurat. Heyrðu, við erum held ég, fallnar á tíma. Ok. Þannig að við bara þökkum fyrir okkur held ég bara í dag og ég þakka þér kærlega fyrir að koma og taka rantið með mér, Ingibjörg, Elsa. Ekki málið, við bara heilsum öllum konum á Íslandi og segjum bara óskum þeim til hamingju með daginn. Óskum þeim til hamingju með daginn. Algjörlega. Okay. Heyrðu, og svo minni ég ykkur áhorfendur á Facebook síðan okkar Öryrkjaráðið og bara eigi góðan dag. Bless. Takk. Bless.